allir mættir? Réttupundu ekki mætt. Má sjá, Georg, þú ert hérna, Eiður, Óskar, Sarski. Þannig ertu? Ok. Það bara mest áhyggjur af ykkur sem hafi kannski ekki verið mikið að keppa þar. Og Kamila og þeir eru allir það. Ok, þannig að á föstudaginn vigtun klukkan 6 hérna. Og ert þú að sjá hana? Ok. Já. Ha? Ok, þannig að vonandi verður búið að ganga frá því. Það er föstudagur hérna klukkan 6, þannig að þið eru ekki að fara í Reykjavík til þess að fara í vigtunina. Og ekki spurja mig, er ég ekki búinn? Nei, þið eru ekki búinn. Vigtunin er alltaf svona formlega og að þetta er alþjóðlegt mót og þá þarf að mæta í löglega vigtun og þetta verður sú vigtun. Þannig að það er bara nóg að mæta hérna upp í höll klukkan 6 og þá er gengið frá því. Og bara verið hérna á milli 6 til korter yfir 6. Og þá klárum við þetta, af því þið eru ekki það mörg. Þannig að það er alveg óþarfi að láta möggu eða hvert sem ætlar að vigta að standa þetta í klukkutíma því að þið voruð ekki tilbúin. Þannig að, og því að það er líka æfingina klukkan 5, þannig að það er bara best að fara beint eftir æfinguna. Það er æfingu frá 5 til 6 sem verður bara létt farið yfir púmsegin, sérstaklega þeir sem eru að keppa í hópa og para og svona getur samstillt ykkur, náttúrulega bara alla sem eru að keppa í púmseg. Það er föstudagurinn. Og svona starfsmanna skipulag. Ég fer, kannski snýra aðeins meira þjálfurunum, en líka mikki sjúkragæsla, ekki? Og að því við erum alltaf með ykkur, það er alltaf svona kvóti af stöðugildum sem við þurfum að fylla og við þurfum að vera með púmseg, hótnadómara, tölvumann og annan hótnadómara, sjúkraflutningar, púmseg, Þannig við erum með svona nokkuð stöðugildi sem við þurfum að fylla. Þetta er reyndar ekki það mörg, með það að við erum með meira en helmingina keppendunum, þá erum við samt með bara 1/4 af starfsmönnunum eitthvað, þannig að það er hentugt. Og hótnadómararnir, það eru bara, ég tala við þá bara eftir, það er bara þeir sem hafa verið að hótnadæma í raun og veru, bara öll rauð og svörtu beltin sem eru með reynslu í því. Ég seti á lista en ég seti svona að ég væri til í að þú myndir ítum að sem ég vil helst að tækja að sér og einhverju sem eru ekki að keppa sem getur líka að tekið að sér. Og það verður byrjað á púmseginu og púmseg byrjar klukkan 9. Það þýðir að mæting er hvenær? Mæting er 8, það er rétt. Þannig að fólki sem heldur að þessi mæting klukkan 9 hafa rangt fyrir sér. Fólk sem heldur að þessi mæting klukkan korter í 9 hefur rangt fyrir sér. Fólk sem heldur að þessi mæting 5:09 hefur rangt fyrir sér. Fólk sem heldur að þessi mæting klukkan 8:30 hefur rangt fyrir sér. Fólk sem veit að mætingin er klukkan 8 hefur rétt fyrir sér. Það er bara eitt rétt svar við þessu, klukkutíma áður en mótið byrjar. Ok, þannig að þá mæta allir keppendurnir, þá eru komaðir inn í salinn, eru tilbúnir að ganga frá öllu sem þau þurfa að ganga frá, fara í galan sinn, hita upp, byrja að æfa sig að gera púmsegin. Ef þau eru ekki fyrst í púmsegflokkunum þá hjálpiði Eiður, Georg og Óskari og Kamilu og þeim sem eru í læribeltunum aðeins að hjálpa sig með það. Og svo þegar púmsegið er búið að vera að klára allt púmsegið nema eitthvað 1 eða 2 flokkar, það var eitthvað smá púmsegið sem verður eftir sem við ætlum að nota fyrir sjónvarpsútsendinguna. Og ég veit ekki ennþá hvernig það verður en það verður mjög líklega augljóst áður en að mótið byrjar held ég. Þannig að það bara fylgist með hún á Facebookinu og teka í hvað það varðar. Þannig að það verður einhverja svörtu beltunum, svartbeltishópanir sem verða. En ég veit ekki hvaða hópar það verða. Þannig að bara, ég veit að því. Þannig að ég er að setja á tölvumenn sem ég set núna nema því öskri nei, þá set ég Ragga, Edda og Skúla. Ok, einhver öskri nei, flott. Þá er það búið. Þeir eru bara glaðir með þetta, þá var það afgreitt. Og það eru 2 tölvumenn alltaf. Það þýðir að það eru 2 gólf og segjum að Raggi sé á öðru gólfinu, þá erum við annan mann og öðru félagi. Þannig að ef einhver man ekki hvernig á að gera eitthvað, þá man hinn það. Og ég reyndar þó ég seti 2, þá er rosa oft gott að hafa 3. Það er bara til þess að hjálpast að gangi smurt fyrir sig eins og það er ekki mikið. Þið þurfið ekki að kunna taka hóndó til að vera á tölvunni. Þið þurfið að kunna að lesa, þekki muninn á rauðum og bláum og bara gera það sem dómarinn segir ykkur að gera. Það er raun og veru ekkert meira, skiljiði. Og mús, þið þurfið að kunna mús. Þannig að þið kunnið þetta lesa, muninn á rauðum og bláum og kunnið á mús, þá ættu það að vera í góðum málum. Og svo náttúrulega hitt er bara eitthvað sem er mjög flott að lærast. Og ég vil þess vegna setja einhverja, þetta er einhver sem hafa áður verið á tölvuna því að auðvitað viljum við ekki að sé einhver að gera þetta í fyrsta skipti í beinni útsendingu í sjónvarpinu og þá er Skúli alveg, nei, skilji. Og það er ekki flott. Þannig að auðvitað viljum við hafa einhverja sem eru fínir og velstendir í þetta og það er ekkert víst að þið verðið þarna þegar það kemur að sjónvarpsútsendingunni. Og ég set þess að 3, þetta eru bara 2 stöðugildi, ég set 3, það þýðir 1 getur alltaf stíð í pásu og skipt við hérna á hálftíma fresti eða eitthvað svoleiðis. Og mótið er stutt.
Okay? Þetta er ekki bikarmót, þetta er ekki Íslandsmót, þetta er verið miklu styttra heldur en, eða svona í vinnutímanum eitthvað verður þetta styttra því það verða pásur á milli því þau bara leið og allt dæmið er búið nema það sem á fyrir sjónvarpið, þá verður það bara að stoppa og tekið pása þangað til að það gerist því að þegar kemur á sjónvarpinu þá bíða þeir ekki eftir okkur en við bíðum eftir þeim. Þannig að það sem að Haukur er að segja með hann heldur að sparringa fyrir búið einhvern tímann upp úr 1 en svo þurfa að bíða kannski 2 klukkutíma eftir að klára úrslitabarðan sem hefur verið í sjónvarpinu. Þannig að það er bara eitthvað sem ræðst bara á þessum degi. Þannig að það er gert ráð fyrir að mótið verið búið klukkan 4. Gert ráð fyrir því. Okay? Það þýðir að verður örugglega búið klukkan 7. En þetta er það lítið mót, þetta eru bara 40 keppendur að það verður, þetta verður ekki langt. Sérstaklega ætla að koma og vera með 2 gólf eins og það sem er hérna ef það verður manna rétt. Með hlífar, allir með alla hlífar, það þýðir tástur, sköflungslífar, klof og hanska og framhandlegg og góm, hjálmann getið fengið frá okkur og ef það vantar eitthvað þá þurfum við að ræða það núna. Er einhver sem vantar táslur til dæmis? Raftáslur, vantar eitthvað af þeim? Þarna vantar eitthvað, ok, þannig að, já, vantar einhverjum góm, einhver sem á ekki góm, eiga allir góm. Líka þeir sem með ekki sparkið ætla líka að hafa góm, ok? Þannig að ef það er sagt á þeim degi, já, þú mátt sleppa á gómnum, ok, þá meðu sleppa á gómnum. En ef það er sagt á þeim degi, þú mátt ekki sleppa á gómnum, þá er frekar skítt að vera ekki búin að sjóða góminu því það tekur nú bara 20 sekúndur. En það tekur 20 sekúndur þegar þið eru með vatn og hraðsuðuketil og eitthvað og það er ekki inn í búnaðinu sem þið þurfa að taka með ykkur á mót. Þannig að það er gott að vera búin að því. Ok, þá er það afgreitt. Ef það er hlífataska, tökum hana með. Það verða einhverjar lánslífar, þeir sem eigið ekki táslur. Við eigum eitthvað hérna til. Þannig að við sjáum til hvort við getum reddað ykkur. Annars þá eru aðrir 20 keppendur hér og aðrir 20 keppendur frá hinum og þá getum við reddað þannig en ekki bíða eftir að redda þig. Byrja, með þið erið þarna. Hver er með jafn stóran fót og ég? Ok. Heyrðu, átt þú eitthvað? Og verið búin að bakteríkjur. Að þið fáið, já, þú færði þetta hjá Krismundi. Þú getur klippt hann í tent og nota hann á báðafætinu við samtalsstof. Þannig að við séum alveg með þetta allt á hreinu og núna eftir að þetta er búið, þá er ég að fara að ræða þessu þjálfarana bara hvernig og einn iðkanda og við erum að stilla upp hvernig við getum kótsað þetta almennilega því að ég verð ekki á staðnum, ég verð á Norðurlandamótinu í Danmörku á sama tíma og þess vegna langar mig að bara segja þetta allt núna af því ég get ekki sagt ykkur þetta á laugardaginn. Þannig ef það eru með einhverjar spurningar þá er rósænt að spyrja það þá. Keflavíkurföt, þannig allir, ef þið eigið ekki Keflavíkur peysu, eigið þið eitthvað svona Keflavíkur merkt, eitthvað, þú veist, ból eða eitthvað sem er með K.A. eða eitthvað svoleiðis. Áttu? Ok, starta þessu. Er einhver sem er svipa stór á hann sem á 2? Já, Keflavíkur bóli. Ok. Já, Keflavíkur peysu. Það sem kemur frá úlingalandsbúndinu. Já, ok, flott. Þá erum við að fara að berga þessum manni þetta með, og tækið með það, hann kannski vantar líka. Þannig að reyna að vera merkt félaginu sinni á öllum mótum og auðvitað er það bara þannig að það er ekkert gett pöntun í hverju viku þannig að ef maður á ekki allt í lagi, þetta er ekkert vandamál, við finnum úr því. Það er bara að vera fín og vera merkt þegar maður er keppandi og vera merkt engu þegar maður er dómari. Það er bara svarta buxur, skyrta, bindi eða slaufa og vera fín. Þannig að þeir sem eru að gera dómgæslu. Þannig að ef þið eru bara, ég myndi segja bara allir rauðspöld og herra, hafið bara fín spariföt með ykkur í töskunni eða á herratré og hengið það með ykkur og þið gætu alveg orðið köllu til, þú veist, og langflestir verða það ekki. Af því þetta er ekki það mörg stöðugildi og þetta er það stutt mót að langflestir verða ekkert kallaði til. En þetta er eins og alveg eins og með góminn, það er betra að hafa góminn í töskunni og þurfa ekki að nota hann heldur en að þurfa að nota hann og vera ekki með hann. Og það er aðeins erfið að redda sér jakkafötum heldur en góm. Þannig að við höfum reyndar alltaf að redda því líka. Þannig að því að þegar sjónvarpið kemur, þá er bara keppendurnir eru í sínum keppnisgalla með brynjuna og hjálminn og alla hlífarnar sínar. Dómararnir eru í dómarafötunum og þjálfararnir eru í Keflavíkur íþróttagallanum. Skiljið, þetta er þannig að ef ég er að koma þarna sem keppandi, þjálfari og hugsanlegu dómari, þá þarf ég að taka með 3 sett af fötum. Skiljið, þannig að komið með stóra tösku. Kíkið yfir hlífarnar ykkar, allt svoleiðis, en ef það er einhverja spurningur það, þá þurfum við að ganga frá því núna, þegar ég er að fara í fyrramálið. En hefði ekki verið skynsamlegt að ekki allir í þetta bara að keppa? Hjalti, þú keppa? Nei, því sleppið ekki á það. En hefði ekki verið skynsamlegt fyrir þeir núna að fara í þau sem eigi ekki hlífar og fara í töskuna Þið getur gert það og tekið með ykkur. Þannig við sem að drögt með
byrja að fínast út í allar áttir, Já. að núna bara þið búin að máta. Það er góða punktur. Við getum taka það með sér og skila því svo aftur þegar þið komið á mánudaginn. Þá getið þið bara tekið ábyrgð, það er góð hugmynd. Þá þurfum við ekki að íþyngja Kristmund öllum hinum með því að taka 10 töskur af dóti sem verður svo ekki notað. Þannig það er góð hugmynd, við gerum það á eftir. Bara leið þið farið hérna þá skulið þið sækja hlífar ef það er einhver hlífar sem ykkur vantar. Með raftáslurnar þá kemið þeim bara á Kristmund þar sem að nokkrum pörum og þið hinn takir náttúrulega bara það sem þið eiga og mjög margir eiga fleiri en eitt par. Mjög margir eiga kannski par síðan í hittifæra sem þeir ekkert að nota mikið meira og takið það samt með ykkur. Og svo er TKI líka yfirleitt með lánslífar. Það eru ekkert frábærar en það virka. Þannig að þetta er svona, enn og aftur, maður vill eiga þetta. Maður vill eiga þessar hlífar. Þannig að svartar, ekki gráar. Já. Eitt par. Og svo er alveg spurning, ég veit ekki hvort það verði eitthvað selt. Hlífar á staðnum, stundum er að gera, stundum ekki. Þannig að ok. En eigum við ekki rafmagn sem við getum bara örf á pör sko. Já, bara kannski eitt í hverju stærð, kannski. Gjafaprís. 7 og 5 hjá okkur. Hvað? Ok, það er ekki margar eftir. Þannig að hvenær er vigtun? Föstudaginn klukkan 6. Ok, hvenær er mæting á laugardaginn? Svanur, hættu að svara, ég veit þú veist þetta alveg. Hvað á að taka með sér? Og Keflavíkur. Æmitt, þetta var örugglega allt rétt hjá okkur. Já, einhver spurningar? Er einhver reglur með raftáslurnar eða hvernig það má ekki vera með hærna? Nei. Ekki vera með hærna. Þá kemur boðsmiðar fyrir 2 gesti eins og stóð TKI á Kvíðutina. Frábær spurning. Hvað sagðirðu? Þá keppum við boðsmiða í Fyrir 2 eins og stendur á TKI. Annars þurfa keppandi Kapitul Junior eða fór 2 boðsmiða. fleiri áhengur að borga inn á. Já, þannig að hann er að spyrja því að það kostar inn á mótið en yngstu keppmyndur eiga að fá svona boðsmiða svo getur búið fólki sem að koma að horfa og það á að fylgja með hvað, 2 miðar? 2 miðar, ekki, fyrir yngstu? 2 Kapitul Junior, ok. Þannig að það verður komið á hreint bara einhvern tímann. Ef það er ekki komið á hreint og þau eru mætt á mótið og ekki komið að passa þá skulle ég bara tala við Möggu og Hauk og eitthvað bara, ég er að koma með stráknum minna sem er að keppa því við hljótum að finna úr þessu. Ég held að þetta verði ekkert stór vandamál. Ekki labba beint í fólki og ertu búin að borga? Nei, og henda peningum í þau, ef þið áttu að fá boðsmiða. Þannig að spurði þið fyrst það. Þannig að þið séu ekki að eyða peningum í ekki neitt. Annað, á föstudaginn eftir hádegi, bara klukkan 1 þá er verið að biðja aðstoð fullorðins fólks við að setja upp stúkun á raðinu dýnum sem er bara fullorði, 15 ára eldri eða eitthvað og það er að setja upp einhverja stúku og setja dýnuna niður og eitthvað golf og þetta verður í Laugardalshöllinni í frjálsíþrótta hlutanum af Laugardalshöllinni, það verður ekki hinum hlutanum. Hvað er það? Það er sama stað síðan. Þetta er bara rétt hjá hinu, þetta er sama hús sko. Þú getur ekki farið tindi sko. Þetta er stærsti hlutin af höllinni. Strax til vinstri. En var hann ekki komið tímasöndum á 4 ára? Sendi mér 1 á hann. 1 á hann? Já. Bara einhvern tímann hádegi eða. Já, hann sagði 1. En hann, já 1, þetta er náttúrulega bara eftirmiðsdegi, ég veit að margir vinnu og eitthvað. En ef það er einhverjir sem geta komið, hugsið þetta aðeins, ég spyr ykkur og eftir ykkur ekki fá handabending, þá getur ég bent á að það eru 4 að koma og eitthvað. Þetta er eins og dómgæslan og eins og dótið, þá er þetta greitt vinna út, en þetta er ekkert rosa mikið greitt út, ég veit ekki hvað er 1000 kall eða eitthvað á tíman, eða eitthvað, en þetta er svona, er meira fyrir þetta? Ok. Ok, þannig að ef þið, já, þetta er fyrir félagsins. Þannig að ef þið eruð að sinna þessari vinnu, bara
þú veist, og kannski rétt við pönd, kannski ekki, bara látið vita, ég hérna fyrir Keflavík, að skrá hérna á mig 5 tíma eða eitthvað. Ertu búin að skrá mig 5 tíma? Takk, bless. Skiljið mig ekki bara veifa og láta ykkur hverfa, þú veist, verið vissum að þið séð að láta merkja við ykkur. Rétt. Þannig að en þetta tekur lengri, þetta tekur alveg svolítið tíma, þannig ef einhver kemst ekki klukkan 1, einhver kemst klukkan 4, skiljið, þá væri ég líka alveg til að vita því. Ef einhver kemst í þetta, þá er það bara þannig, en þá reyndum við þetta. Það er einhver sem sér fyrir sér að geta komist í Laugardalshöllina á föstudaginn. Þarna eru komið 1, 2, voru að passa þig í bakinu. Þú líka. Einhverju fleiri. Going once, going twice, ok. Ég segi að það koma 4 hendur og 3 munnar. 1. Já. Og þetta eru bara 22, þannig ég læti ykkur vita ef hann segir mér að breyta tímanum eitthvað. Er þetta ekki bara allt klappa klart eða? Ok, stórkull, þá vil ég að þeir sem að verið eftir, ég vil bara öll svörtu belti, og þetta. Svörtu beltin og þetta með að vera eftir. Ok, þannig ef þeir sem að þurfa að sækja ykkur hlífar, þá getur bara farið hérna inn, sótt ykkur hlífar. Ef ykkur vantar að kíkja ástu með hérna lykilinn. Já. Hvað er sækjan? Já, hann er að sækja hann. Kíkja á einhverja raftaslu, látum við bara vita, ég kem þá lykilinn bara á einhvern úr stjórninni. Og gangi ykkur vel! Líka,